En við byrjum á að spyrja þeirra spurningar hvort endurskoða þurfi verklag eftirlitsstofnana á Íslandi í kjölfar margra umdeildra mála sem tengjast þeim á síðustu árum. Nú síðast ákváðu forsvarsmenn Matvælastofnunar að halda því leyndu fyrir almenningi og kaupendum að áburður með ólöglegu magni af þungmálmum væri í umferð og stofnunin neitar að gefa upp hversu oft slíkt hefur gerst. Helgi Seljan hefur tekið saman stutt yfirlit yfir umdeildar ákvarðanir og vinnulag íslenskra eftirlitsstofnana á síðustu misserum. Vinnubrögð fjármálaeftirlitsins á árunum fyrir hrun og hörð gagnrýni á verk þess í rannsóknarskýrslu Alþingis eru skýrt dæmi þetta auk annara mála. Umhverfisstofnun var fyrir skemmstu gagnrýnd harðlega fyrir að hafa ekki gripið fyrr í taumana þegar kom í ljós að miklu magni af díoxíni hafði verið sleppt í andrúmsloftið í gegnum sorpbrennslustöð Funa á Ísafirði. Fyrir tæpu ári fjallaði Kastljós langvarandi og ítrekuð brot fyrirtækisins Becromal á starfsleyfi sínu en þá kom í ljós að félagið hafði dælt vítisóta menguðu vatni í Eyjafjörð í margföldu leyfilegu magni í tæp 2 ár. Umhverfisstofnun hafði veitt Becromal undanþágu frá mengunareftirliti á sama tíma en í heimsóknum eftirlitsins til fyrirtækisins höfðu í tvígang verið gerðar athugasemdir við skort á annars konar mælingum án þess að gripið hefði verið til aðgerða. Látið þið vita því að þið ætlaði að koma í heimsókn? Já, það í dag það þannig að þessa venjulegu föstu eftirlit þegar eru fyrirfram ákveðin og það eru þetta fyrst og fremst til þess að bara eins og þetta dæmi sýnir fram á að þá erum við að hitta þann aðila sem er með upplýsingarnar, þannig að það þarf að vera undirbúið. Hins vegar getum við þetta farið líka í óundirbúið eftirlit. Og það má segja að það sé kannski svolítið aukinn krafa það almennt í dag. Þarna var verið að starta nýri verksmiðju fyrir tæpum 2 árum síðan. Þið hafið ekki farið í óundirbúið eftirlit þangað, er það? Nei. Landlækni ber að lögum að hafa eftirlit með útskrift lækna á ávanabindandi lyfjum. Eins og framkom í úttekt Kastljós nýverið lítið sem ekkert eftirlit með ávísunum lyfja til fíkla sem eiga auðvelt með að nálgast eftirlitsskyld lyf. Umfjöllunin okkar síðustu dag sýnir hún ekki ofur einfaldlega að þetta kerfi í kringum þessi lyf og eftirlit með því þetta handónýtt? Ég vil ekki taka svo sterkt til orða. Ég tel eiginlega þvert á móti að við erum með margs konar kerfi í gangi til þess að fylgjast með lyfjanotkun almenna. Af hverju það þannig að einn og sami maðurinn getur farið til margra lækna í mörg apótek án þess að það hringi hvergi bjalla í öllu kerfinu? Það einfaldlega vegna þess að þetta kerfi ekki að virka. Það ekkert flóknara en það. Og það nákvæmlega það sem við erum að segja verður að laga. Orkustofnun ber að lögum að hafa eftirlit með því að neytendur og stórnotendur raforku greiði eðlilegt og sanngjarnt verð fyrir flutning á raforku. Og þeim ber í því skyni að endurreikna þörf fyrir hækkanir eða lækkanir reglulega. Þetta hafði stofnunin þó ekki gert í nokkur ár þegar fjallað var þá staðreynd að neytendur hefði greitt allt of hátt verð fyrir orkuflutning í byrjun síðasta árs. Þetta mál allt saman sem hið vandræðalegast að það endurspeglar raunverulega að menn hafi ekki svona staðið sem fullkomlega í stikkinu með því að framfylgja þessum aðskilnaði og að tryggja það að neytendur borguðu sem lægst verð fyrir raforkudreifingu. Hefðu þið ekki átt að grípa í taumana fyrr? Jú, það má alveg halda því fram að við höfum átt að við eigum ekki að gera það á hratt, sko. Þetta jöfnunarkerfi, þannig að við eigum auðvitað að leyfa gjaldskrána að halda sér óbreyttri ef við teljum að kerfið komi einhvern veginn til með að leiðrétta sig. En þetta hefði það hefði verið betra að fara í stærri lækkun fyrr og við vorum svona sem búin að leggja það til en það má segja að við höfum ekki notað allar okkar valdheimildir til þess að knýja það fram. Nýjasta dæmið snýr svo að Matvælastofnun sem sá ekki ástæðu til að tilkynna það þegar sýni úr áburði frá Skeljungi reyndust langt yfir mörkum með tilliti til kadmíum innihalds. En kadmíum þungmálmur sem getur haft alvarlegar afleiðingar á heilsu manna og dýra, safnist hann fyrir í náttúrunni. Það var okkar mat þarna á þessum tíma, það væri ekki bráðahætta. Var það rétt mat? Já, við teljum að ég hugsa að við myndum gera það með sama hætti aftur núna. En við myndum væntanlega, við þurfum allavega að taka það til endurskoðunar hvort að við eigum að segja frá svona frávikum strax.
Alþingi þarf að yfirfara hlutverk eftirlitsstofnana í samfélaginu í kjölfar fjölmargra mála þar sem þær hafa brugðist skyldum sínum eða ekki nýtt valdaheimildir til að krefjast úrbóta. Þetta segir Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, sem telur margt mega betur fara í starfsemi þeirra. Hann segir að þeir bændur sem dreifðu menguðum áburði á tún sín geti höfðað mál gegn seljanda vörunar og eftirlitsstofnuninni vegna tjóns sem kann að hafa orðið vegna þessa. Helgi ræddi við Gísla í gær. Gísli, velkomin í Kastljós. Hver svona þín tilfinning sem talsmanns neytenda fyrir því svona hvernig þetta opinbera eftirlit í hinum ýmsu geirum er? Þetta lýsandi dæmi fyrir það hvernig eftirlit er? Ég svolítið hræddur það, en sem betur er þetta benda á dæmi eins og samkeppniseftirlitið og nýverið Neytendastofu sem eru farin að beita sektum og öðrum valdheimildum og það er alltof algengt að eftirlitsstofnanir noti ekki þær valdheimildir sem þeir hafa. Eru mörg dæmi það að það hefur í raun einfaldlega skort á að eftirliti beiti valdheimildum þegar það í raun og sann átt að gera? Já, fjölmiðlar hafa nú nefnt allmörg undanfarin misseri, skulum við segja, og hrunið er nú kannski dæmi það. Sterkir lögfræðingar til varnar fyrirtækjum og sterk formleg réttindi í stjórnsýslulögum hafa kannski unnið of langt til mótvægis við þann efnisrétt sem verið að tryggja. Það er verið að tryggja líf og heilsu neytenda og fjárhagslega hagsmuni og það gleymist kannski stundum að það er kannski mikilvægara heldur en formleg réttindi fyrirtækja og meðalhófsregla sem hefur nú kannski gengið of langt. Það er að segja að menn eru svo hrættir við að ganga of langt að þeir ganga of skammt eða gera ekkert. Það svona læðist oft að manni svo grunur að það sé oft svona, þá sé eftirlitsaðilinn farin að þjónusta þann sem hann á að hafa eftirlit með frekar en þann sem eftirlitið er fyrir. Já, kannski kallar það á að menn svona rótiri á milli starfa og stofnana, þannig að menn verði ekki oft tengdir þeim sem hafa eftirlit með. Já, ég sagði þessu máli varandi þetta mál sem með áburðin, það er alveg klárt mála að það var ekki farið að lögum eða reglum varandi þetta. Væri hægt að höfða mál til dæmis heldur? Já, væntanlega geta þeir reynt að sýna fram á að bara grunur mengun eða spillingu á vöru eða matvöru geti lækkað sölu hennar, dregið úr sölu hennar eða lækkað verð hennar vegna þess að neytendur vilja kannski ekki taka neina sénsa. Þannig að þeir eru kannski á fyrsti aðilinn til þess að fara í mál ef við erum að tala um bætur. En þá þurfa þeir að sýna fram á tjón og orsakatengsl og það er ekkert útilokað í þessu. Fleiri dæmi hafa verið sögð til dæmis af því það sem að eftirlitsstofnanir sýna kannski full mikla kurteisi í samskiptum sínum við þá sem þeir eru að þjónusta. Umhverfisstofnun til dæmis, það hefur komið í ljós að þeir fara til dæmis nær aldrei í eitthvað sem þeir kalla óundirbúnar heimsóknir, heldur láta þeir vita fyrirfram á þeir mæta í stór fyrirtæki sem eru að höndla með alls konar mengandi efni. Hvað finnst þér um það? Já, það er sjálfsagt að sýna kurteisi en sumt eftirlit kemur ekki að gagni, hugsa ég, nema að það sé tilviljankennt og án viðvörunar. Og það er auðvitað til hvorttveggja og síðan er til eigið innra eftirlit fyrirtækja og í sumum af þessum lögum sem að stjórnsýslustofnanir eiga að hafa eftirlit með er kveðið á gæða eftirlit, innra eftirlit fyrirtækja sem að stofnanir eiga síðan að endurtjekka. En óundirbúnar og boðaðar heimsóknir geta verið hluti af virku eftirliti og ættu nú á sumum sviðum að vera það. Og það er til dæmis dæmi það í Danmörku þar sem að ráðherra neytendamála þurfti að segja af sér fyrir nokkrum árum vegna þess að stofnanir sem heyrðu undir hann sinntu ekki nægilega vel að mati þingsins eftirliti með matsölustöðum og það er semst mjög virt eftirlit sem að gengur út á að neytendum er sýnt fram á það með brosköllum og fíluköllum, jafnvel á sölustað, hvort að menn hafa staðist gæðakröfur eða ekki. Sérðu einhverja ástæðu fyrir því hvers vegna þetta er svona hérna á Íslandi? Er þetta eitthvað svona kultúrmál, einhver menning sem hefur skapast hérna að eftirlit eigi helst að stíga eins varlega til jarðar og hugsast getur eða hvað er það? Já, ég hugsa það. Ég átta mig samt ekki á því hvort þetta er afleiðing af stjórnarstefnu síðustu 20 ára eða hvort þetta er eitthvað sem tengist því að við erum ungt lýðveldi og tiltölulega ungt borgaralegt samfélag og ung stjórnsýsla.
eða hvort þetta eitthvað inngrónara í þjóðarsáluna, en ég held að þetta sé eitthvað í kúltúrnum og þetta ekki bara bundið við það að lögfræðingum sé kennt að sko beita fyrir sig formalisma og lagaklækjum. Það eitthvað við þessar opinberu stofnanir held ég og skipla þeirra sem þarf að laga, en ég átta mig kannski ekki á því hvað það en það jú ekki að sko ástæðulausu sem við setjum upp stórar og sterkar, öflugar stofnanir með virkar valdheimildir. En að mörguleyti mætti segja að það sko verra en ekkert eftirlit að hafa lélegt eftirlit sem virkar ekki og beitir ekki sínum heimildum, en þess að það gefur falska vörn. Er ástæða heldur til þess að fyrir löggjafann eða framkvæmdavaldið að fara sérstaklega ofan í það hvernig opinbert eftirlit er að ganga á Íslandi og hvort að þetta séu svona einstaka mál sem hafa verið að koma upp í fjölmiðlum eða hvort að það þurfi hreinlega að endurskoða þennan eftirlitsiðnað með tillit til þess að hann nái sínu markmiðum. Já, nú þetta einmitt kallað eftirlitsiðnaður með svolítið neikvæðum blæ, sko, hefur verið gert. En ég held að það væri góð hugmynd, já, að skoða þetta svolítið þvert á ráðuneyti og þvert á geira. Ekki bara að horfa á þetta ábyrgðarmál eða eitthvað mengunarmál frá í fyrra, heldur svolítið þvert á það hvaða almannahagsmunum og hagsmunum neytenda og réttindi þeirra viljum við ná og meta það með færustu sérfræðingum, jável, aðstoð utanfrá, hvort við erum að ná því markmiði. Þess að það er ástæðulaust að setja lög réttindi og skyldur ef að það ekkert farið eftir því. Takk fyrir komuna í Kastljós.